Já, þá set ég hér fund í bæjarstjórn númer 3582 og ég vil bjóða alla hjartalega velkomin á fyrsta fund nýrar bæjarstjórnar. Mér langar að byrja áður en við tökum málin fyrir að bjóða alla nýja bæjarfulltrúa velkomna og óska þeim velfarnaðar í starfi. Við erum að fara hér yfir 16 liði í dag og fyrsti liður á dagskrá eru sveitarstjórnarkosningarnar sem að fóru fram í daginn og það er greinargerð hérna frá kjörstjórn sem ég ætla að lesa upp, bara úr sæti. Samkvæmt 119. grein laga númer 112 frá 2021 er nýkjörinn í bæjarstjórn Akureyrarbæjar hér með send greinargerð yfirkjörstjórnar Akureyrarbæjar vegna nýafstæðinna sveitarstjórnarkosninga. Kjörstjórn kom fyrst saman miðvikudaginn 12. janúar 2026 í fundarherbergi á vinnustað formanns til að ræða undirbúning sveitarstjórnarkosninga sem fram fóru 16. maí síðastliðinn. Kjörstjórnin var þar með komin formlega til starfa fyrir kosningarnar. Alls hélt kjörstjórn 11 formlega fundi vegna kosninganna. Úrslit kosninganna voru þau að A-listi Akureyrarlistinn hlaut 774 atkvæði og 1 mann kjörinn. B-listi Framsóknarflokksins hlaut 1552 atkvæði og 2 menn kjörna. C-listi Viðreisnar hlaut 615 atkvæði og engan mann kjörinn. D-listi Sjálfstæðisflokksins hlaut 1992 atkvæði og 2 menn kjörna. L-listi L-listans hlaut 1976 atkvæði og 2 menn kjörna. M-listi Miðflokksins hlaut 829 atkvæði og 1 mann kjörinn. S-listi Samfylkingarinnar hlaut 1709 atkvæði og 2 menn kjörna. V-listi Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs hlaut 810 atkvæði og 1 mann kjörinn. Alls kusu á kjörstað 8.457 kjósendur og utan kjörfundar kusu 2.100 kjósendur, eða alls 10.557 sem gerir 67,9% kjörsókn. En á kjörskrá voru á kjördag 15.547 kjósendur í Akureyrarbæ. Auðir atkvæðaseðlar voru 275 og ógildir voru 25. Kjörfundur í Akureyrarbæ gekk vel en kosið var á 3 stöðum í sveitarfélaginu, á Akureyri, Hrísey og í Grímsey. Kjörfundur hófst klukkan 9 og lauk honum klukkan 22 en talningu atkvæða var lokið klukkan 02:30. Kjörstjórn þakkar starfsmönnum Akureyrarbæjar, undirkjörstjórnum, talningafólki sem og öðrum þeim sem að kosningunum komu vel unnin störf í þágu sveitarfélagsins og óskar að lokum nýkjörinni bæjarstjórn velfarnaðar í störfum sínum. Og fyrir hönd yfirkjörstjórnar Akureyrarbæjar skrifar Helga Eymundsdóttir undir þetta. Orðið er laust ef einhverju telja að þarna hafi verið farið vitlaust með. Það er enginn.